En núna skiptum við aðeins gír og förum að skoða hvernig það að búa til framenda eða klienta eða hvað sem þetta frontend sem að talar við bakendan okkar og hvernig í raun það blandast saman að vera með forrit sem að í raun að gera bæði. Og þetta eitthvað sem við munum skoða núna og skoða í verkefni 4 bara svona sjálf, bara búum til eitthvað, heimasmíðað eitthvað, svona Drexpress og eitthvað roll-up og eitthvað svona til þess að keyra þetta saman. En við munum síðan skoða þetta í svona meira formlegra umhverfi eða svona meira formaðra þar sem við erum með eitthvað framework þegar við fyrir að skoða React. Það sem React að leysa þessi svona vandamál sem við munum kannski aðeins sjá í því að vinna verkefni 4. En þá ætlum við að byrja því að skoða hvernig í raun að sækja þessi gögn og þá sérlega líka fyrir þessa vefþjónustu sem við erum að vinna með. Og það síðan eitthvað sem verður stór partur af verkefni hópverkefni 2 í raun að sækja gögnin í vefþjónustuna sem við erum að smíða núna fyrir hópverkefni 1 til þess að í raun að búa til framenda í React sem að notar gögnin sem við erum að gera aðgengilega gegnum vefþjónustur. Og þetta í raun þetta pattern að vera með svona vefþjónustu þjón sem síðan einhver klient að nota í raun uppbygging á mörgum og í raun bara mjög mörgum vefforritum í dag. Þannig að við erum með eitthvað vefþjónustu lag sem skaffar okkur gögnum og leyfir okkur að logga okkur inn og svo erum við með marga klienta, hvort sem að það er einhver framvendi, það er einhver þjónustuvefur, það er eitthvað app, það er eitthvað sjónvarpsapp, það er eitthvað annað og það er alltaf að tala við sömu vefþjónusturnar og sækir gögnin þá í raun eftir því hvað þarf hverju sinni. En að sækja vef í raun það að við framkomum einhverja HTTP beiðni, þannig að við hvort sem að það er einhver vafri sem er klientinn eða eitthvað forrit eins og Postman eða Insomnia eða bara við að forrita eitthvað sem sækir vefi, þá er þetta í raun alltaf að nota HTTP. Og þegar við viljum í raun forrita þetta, þá erum við að forrita eitthvað sem að haga sér eins og klient og það er til slattapökkun sem gerir þetta í Node eða þá við getum bara notað í raun eitthvað HTTP módulin sem fylgir með Node nema hann er frekar svona verbose og mikið vesen að nota hann og það eru svona pakkar sem maður getur rekist á ef maður er að nota Node og er að vinna í þessu. Request var svona fyrsti og mikið notaður í fyrstu árum Node. Síðan er einn Axios sem er bæði til sem á bakenda og framenda og hann útfærir fullt af svona hlutum sem voru ekki til staðar í staðlinum sem var þá aðalega þegar var að nota XML HTTP request. Síðan var fetch staðallinn sem við notuðum í vefforritinu 1. Hann var í raun vel skilgreindur og mjög bara úthugsaður og útpældur staðall. Þá er raun þetta isomorphic fetch og node fetch sem eru svona pakkati sem mikið notaður í dag. En við ætlum að nota node fetch sem útfærslu á fetch staðlinum í Node. Þannig þarna verðum við að gera greinamun á því að við höfum notað fetch í vafra, þar sem ég hef í raun bara aðgang að fetch bara í gegnum window. Hérna er bara fetch fallið og ég get bara fetchað eitthvað, hi.is og þá get ég bara sótt hérna reyndar eitthvað bilað en ég get bara framkvæmt HTTP requestu og ég get sendt alls konar með henni, með fetch. Og þá er hérna bara búið að útfæra þennan staðal í Node. Þannig að ég get nota sömu föllin, sömu virknina, alltaf sama í klientnum mínum eða á servernum mínum. En svo er bara munur að það er munur á því hvort við erum að framkvæma þetta á servernum eða á klientnum. Og þetta er partur af því sem við erum að æfa síðan í verkefnum 4 líka. En fetch er sem sagt staðall sem er haldið úti af what working group og við getum skoðað hérna á MDN upplýsingar í raun hvernig þetta virkar og ætti svona að hringja einhverjum bjöllum þegar við notum þetta töluvert undir lokin í vefforritinu 1. En þetta er í raun svona það að nota eitthvað sama
API-in á server og client gerir það verkum að við getum í raun verið að skrifa kóða sem að gæti keyrt í kontekstinu Node eða í kontekstinu Vavri og þetta er svona ýmis forrit sem gerir þetta og það er í raun React leyfir okkur að búa til svona forrit sem að er í raun geta keyrt á báðum pörtum. Þannig að við getum í raun keyrt þetta á clientum, þá erum við með eitthvað sem við kalla client-side rendering, að við erum í raun að keyra upp eitthvað við erum að keyra upp forrit sem býr til viðmótið okkar á clientum út frá því hvernig við skrifum það í React. En við getum líka keyrt það í gegn á servernum og fengið þá tilbaka eitthvað HTML sem við sendum síðan áfram og er þá í raun outputið af því sem að keyra React forritið okkar á servernum. Þá erum við að tala um server-side rendering. Þetta er eitthvað sem við erum að skoða og vinna með og skoða sérstaklega í samhenginu við Next.js sem er mjög næs framework ofan á React. Og þetta er oft kallað annarkvort isomorphic eða universal. Þetta að hafa forrit sem keyra bæði á server og client. En já, fetch er staðlað kall til þess að búa til HTTP requestur og í grunninn framkvæmir það bara geta á eitthvað url en síðan getum við líka sendt inn fleiri upplýsingar til þess að senda gera post eða put eða delete eða patch og við fáum tilbaka response hlut sem að þetta er allt með promises og við þurfum að athuga hvort að það sé ok eða hvort að statusin sé í raun 200 eða ok þess að true svo lengi sem að statusin er 200 til 299 og síðan ákveðum við hvað við viljum gera við gögnin. Er þetta JSON, þá getum við náttúrulega response JSON, texta eða binary gögn og allt eru þetta promises. Síðan er þetta í raun leiðin fyrir okkur til að sækja þessi gögn en hvert við höfum að sækja þau síðan annað og þá þurfum við að vera að búa til einhverja slóðir og þegar við erum að vinna með einhverja svona vefþjónustu þar sem við erum með einhverja vefþjónustu með fullt af það er einhverjir endapunktar sem að leyfa okkur að sækja lista af gögnum, ákveðið gagn eða eitthvað að þá getur hún verið sérstaklega þegar við erum í svona þróun þá getur hún verið, við erum að keyra þetta kannski við erum að keyra bæði framvindan okkar og vefþjónustun okkar á sömu vélinni og þá viljum við geta breytt slóðinni en svo þegar við förum í production eða staging og erum að prófa eitthvað þá erum við með enn aðra slóð þannig að við erum ofta að geyma þessa grunnslóð í umhverfinu og síðan hengjum við aftan á grunnslóðina í raun hvað við erum að sækja. Þannig að við getum sett svona í environmentu okkar, þetta þurfum við að vinna locally og erum að þróa þetta bara á okkar vél. En þegar við erum komið í production þá verður þetta https://example.com/API. Og þá getum við tekið og slengt saman með einhverju svona strengja leikfimi grunnslóðinni við ákveðið ráð sem við biðjum. En við getum líka notað eitthvað eins og URL og URL search params sem eru líka staðlar sem eru staðlaðir af What Working Group til þess að passa upp á að við séum ekki að lenda í einhverju svona það vantaði að setja forward slash eða það var, við setja vort annað. Þá getum við sagt svona að ég vil fá post urlið eða relatífa slóðuna post út frá þessu base urli og þá getur fengið í raun hrefið eða hyperlinkin með því að biðja href á þetta. Þannig að þá getur þetta litið út svona ef við erum að nota promises en ef við notum með sync og wait þá er þetta einhvern veginn svona try-cut sem utanum að veitu okkar aðtöfum síðan hvort það result af okkar sé í lagi og skilum síðan í raun gögnunum vörpuð af það form sem við búumst við frá þjónustunni. Síðan ef við viljum vera að gera aðrar aðgerðir þá getum við skilgreint það í gegnum þennan options hlut sem við getum farið með sem annað argument. Þá getum við sendt body og þetta eru þá post data gögn þar sem við erum að senda þau með ends-typin eins og við setjum á formin okkar þar sem gögnin eru þá sendið yfir og við getum þá tekið við þeim og parsa þau eða þau eru JSON ef við erum með JSON body parser á servernum okkar.
við getum sendt CAS headera og þá getur þetta verið hérna, þá þetta max age headerinn og svo getum við sett auka headera sem við þurfum eða viljum setja. Þannig þetta nokkuð dæmi en svo áður en við bara gerum, þá ætlum ég bara að nefna þetta að þegar við erum að gera svona fyrirspurnir að þá það í raun ekki þannig að hvaða þjónn sem í heiminum tekur við hvaða fyrirspurn sem þar sem að það öryggisstaða sem heitir Same Origin Policy eða Same Origin Policy og svo CORS headera sem eru Cross Origin Resource Sharing headerar. Og þetta í raun til þess að passa upp á það að ég megi ekki sem einhver vondikall á einhverjum vef gera request á einhvern vef sem þú sem einhver sem heimsækir vefinn minn hugsanlega loggaður inn á, þannig ég get ekki gert requestur á Facebook upplýsingarnar þínar eða banka upplýsingarnar þínar bara því að þú heimsækir vefinn minn, út af því að þá í raun skilgreinir þetta að ákveðnir vefir mega aðeins sækja ef það verið að sækja frá þeim vef, þannig að það í raun same origin sem því þá það að koma frá sama origininu hérna. Og þá þetta ekki same origin af því að það í raun annað subdomain hérna. En við getum síðan lyft þetta með því að skilgreina þessa cross origin resource sharing headera sem að opta okkur inn í það að leyfa þetta að fara á milli. Og þá þetta ef við viljum búa til vefþjónustu sem hver sem má kalla í að hvaða vef, við erum einhver að opna vefþjónustu, þá þurfum við að setja CORS headera. Og þá þetta eitthvað sem þarf að setja á vefþjónustundur okkar eftir að við erum búin með þær í verkefni í hópverkefni 1 til þess að við getum sótt þar í hópverkefni 2. Því þá hópverkefni 2 verður að keyra á hérna einhverju slóð, einhverju Heroku slóð jafnvel og vefþjónustu þjóðin okkar verður að keyra á einhverju annari. Og þarna það ekki sama originið sem gerir það verkum að það má ekki gera sér köll nema við setjum access control allow origin stjarna. Yfirleitt þegar við erum með svona vefþjónustu sem leyfir í raun bara öllum að gera þessar fyrirspurnir til okkar. Og þá getum við gert það sem sagt í Express með því að setja bara eitthvað middleware sem bara einhvers staðar áður en við sendum svarið okkar að segja bara að allow origin stjarna og allow methods og þá ef við erum að leyfa get, post, put, patch og delete í vefþjónustunum okkar þá þurfum við að skilgreina þær allar og síðan í raun hvaða headera í lagi að senda, þannig að við viljum authorization svo við getum lokað fólk inn, accept svo fólk getur sagt hvernig þetta getur tekið við, content típunu sem við erum að senda. Þetta hérna, ef við erum að nota eitthvað annað tól til þess að senda eins og hérna postmann og hvaðan við erum að koma. Þannig að þetta það sem við þurfum að setja inn til þess að geta gert þessi cross origin requestur. En ef við skoðum aðeins hvernig það í raun svipað og bara eins í raun og veru að framkvæma þessi fetch köll þá erum við bara með hérna einhvern einfaldan server sem ég ætla að keyra upp bara hérna í nýjum glugga run, node server þetta þá bara einhver server sem ég að keyra og við getum kallað þetta bara einhver vefþjónustur eða whatever hann svarar hérna fyrir get og post á porti 5000 og nú ég með hérna einhver forrit sem ég ætla að skrifa sem að nota þá node fetch hérna þannig að við erum að sækja þann pakka hér hann hérna dependency hjá okkur og við erum að nota hann til að senda fyrirspurnir á serverinu sem að keyra hér þannig hérna ætla ég bara að búa til requestu sem fer bara hérna og sækir í raun gögnin sem koma hérna þannig að ef ég keyri þetta þá fæ ég status 200 það hérna response.status og svo bið ég texta því ég veit að það texti sem að koma og þá fæ ég textan hello world þannig að þetta í raun að framkoma fetch sem bara nákvæmlega sama hátt og við gerum í clientin nema nú erum við að gera þetta á servernum svo því þá líka að við getum í raun ef það einhverju svona þjónustu sem með svona cross origin headera þá getum við búið til svona proxy þjónustu sem að leyfir okkur í raun að framkvæma svona fetch sem þá ekki að eiga sér stað á klientnum heldur að eiga sér stað frá server sem að haga sér eins og client og þá það í lagi og meðan hitt ekki í lagi út af því að þetta annar client af því ef ég geri þetta sem client ef ég geri þetta á þessum hérna vef sem
Óli sem er hérna í öðrum tabba loggaður inn á Facebook eða einhverja þjónustu og ég fer inn á þennan vef og ég geri þessa requestu þarna, að þá fylgja með cookiein mín sem gerir það verkum að þetta er gert í mínu nafni á meðan ef ég gera þetta sem serverinn hérna, þá er þetta bara eins og einhver anonymous notandi, einhver notandi sem er ekki með neinn cookie og gerir þar að leiðandi bara requestuna eins og hver annar client. Þannig lendum við ekki í þessu cross-origin villum. Þannig þá er ofta hægt að búa til þessu svona proxy á milli einhvers client og einhvers annars vefs sem við viljum geta sótt með því að fara á okkar útfærslu á servernum sem síðan sækir og tekur við gögnunum og skilar því aftur til clientsins. Síðan fyrir postgögnin þá getum við sendt gögnin hérna og þá sjáum við að hér erum við með JSON, þannig að við sendum postgögnin sem JSON í headernum hérna, í body sendum við stringify gögnin og JSON passirinn var hérna uppi, þegar við postum þessu hérna þá tökum við þetta úr rec body, skilum þessu síðan sem streng, þá getum við lesið þessu síðan hérna úr streng og þá fáum við, ef við keyrum forritið, þá fáum við response, foo, jafnt og hér er bla, bar, jafnt og foo-bar. Þannig að við erum að lesa þetta upp úr requestunni og getum þá gert eitthvað við þetta hérna og síðan svara til clientsins. Þannig að þarna erum við að búa til client sem er að tala við hugsanlega einhverja vefþjónustu og erum að búa til forrit sem er að tala við annað forrit. JSON, þá bara gerum við await response.json í staðan fyrir að nota text og þá fáum við bara JSON-gögnin tilbaka. Og þá þau hérna, þau eru parsed og við þurfum ekki að gera JSON parse á svarið, þetta er það framkvæmt hér. Ef við viljum setja einhvern sérstakann header, þá getum við gert það bara hérna í headerunum og síðan að lokum ef við viljum gera fáum fram einhverja villu, þá getum við gert það hérna og þá fáum við response OK false út af því að þegar við sendum á /error þá sendum við 400 villi hérna. Þar af leiðandi er það ekki 200 statusin og þá fáum við þetta hérna sem false. Og þá sjáum við líka hérna hvernig við erum í raun að vinna með þessa slóð. Þar sem við erum í raun að taka hérna eitthvað /error og grunnurlið okkar og þetta hérna new url passar upp á það að þetta hérna virkir rétt saman. En þó svo ég taki þetta í burtu þá er þetta ennþá í raun að skila réttu, þetta fer á rétta slóð. Þetta er í raun hrefið hérna verður rétt. Þannig að svona getum við notað fetch með því að nota þetta node fetch sem útfærir what working group fetch staðalinn á servernum og síðan getum við notað þetta á clientnum nema þá er það önnur útfærsla sem kemur frá várunum.